Já, í síðasta bardaganum mínu við Santiago þá fórum við alla 3 lóturnar og það var mjög góð reynsla fyrir mig út af því að þetta eitthvað sem ég hef ekki oft gert. Það var bara í mínum fyrsta bardaga sem ég fór 3 lótur og þá lærir maður svolítið meira að peysa sig sko. Nota réttu hreyfingarnar á réttum tíma og setja svona ekki of mikla orku í þær, heldur bara peysa sig rétt, sko. Setja rétta orku á réttum tímum og þetta þarf maður náttúrulega sérstaklega að læra þegar tíminn fyrir alla leið og bardaginn langur. I think the big difference people are going to see in this fight technically is he's improved a lot fighting on the inside. He was always very evasive and good at fighting on the feet at distance, but now he's just as good, if not even better, in the close fighting. So I think that's what's going to be the biggest technical improvement. Ég búinn að vera undirbúa mig mest uppi, standandi. Það kannski bara út af því að áður var ég miklu meira að glíma og núna svona komið tíma að bæta stand-upið aðeins, þannig að það hefur verið svona aðalfókusinn. Þessi bardagi leggst nokkuð vel í mig. Gunni með nokkra nýja hluti sem enginn hefur séð áður, nema kannski keppnisliðið þetta. Og það verður spennandi að sjá hvort hann getur notað það í bardaganum. Það virkar allavega ansi vel hérna á æfingum. Gunnar er náttúrulega búinn að vera frá tíma en hann er búinn að æfa mjög vel og ég hef sjaldan séð hann eins tilbúinn ef nokkuð tímar áður. I think Gunny's looking really sharp at training now. It's one of the best I've ever seen him and he looks very hungry. I think he's going to finish this one early. I think this is going to be a first round stoppage. Most likely on the ground, but I can see him KOing this guy too. Yeah, I think stylistically it's going to be an interesting match between the Russian style grappling and the kind of maybe the smoother Brazilian Jiu-Jitsu style. I think they're both good everywhere, but maybe a little bit inclined towards grappling, so I think the clinch is going to happen, and it'll be interesting to see how the kind of tough, rougher style of like Russian Sambo, and it's kind of a quicker style with the kind of smooth versus the smoother style of Jiu-Jitsu, so it's going to be interesting. I think the most dangerous thing about Gunny's opponent is he's very wild. He's a strong, wild fighter. That kind of suits Gunny's style. I think that's going to play into Gunny's game, and I think he's going to punish this guy because of it. He throws some big, wild shots, and Gunny's very calm under pressure, and I think he'll pick him off. Það með hana sambo bakgrunn sem þessi judo-köst og fótalastar sem geta alltaf verið hættulegir, en ég held að Gunni hafi góða vörn gagnvart þeim árásum. Og Gunni betri í gólfinu, tel ég, alveg örugglega, og hann orðinn alveg hrikalega góður standandi. Og hann augljóslega sterkur glímumaður, verandi tvöfaldur Dagestan meistari í sambo-glímu. Þannig að það segir sig sjálft að hann mjög sterkur þar. From watching some of his fights, he seems to have very heavy hands. You know, he's kind of wild striker. If one of those shots lands, it can be devastating. He doesn't telegraph too much, so you've got to be careful at that close range for the wild swings. His grappling, his wrestling on top seems pretty smooth, good takedowns. So yeah, I'd be kind of worried about the power. He has knockout power and good freestyle wrestling, good wrestling. Ég búinn að æfa núna bæði í Dublin og heima, og ég var í Dublin í 3 vikur eitthvað svoleiðis, og þá vorum við mjög mikið að boxa. Það æfa mikið með Conor McGregor og Cathal Pendred sem komin núna hérna með okkur, hjálpa okkur að æfa, og eins og ég sagði áðan þá hefur þetta verið meira stand-up núna heldur en vanalega. I think first round rear naked choke. First round rear naked choke. First round rear naked choke. En ég spáði að Gunnar klára þetta fyrstu 2 lótum. Ég með 2 spár. Það annarkvort rota Gunnan í annar lótu eða hann söppa hann í fyrstu rear naked. Mér finnst ég alveg vera löngurinn tilbúin, yfir höfuð vera bara búinn að halda mig reddi bara frá því ég náði að stíga yfir þessi meiðsli almennilega.